Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 14. mars. Margt ber til tíðinda í þessari viku eins og endra nær. Við höfum sagt margar fréttir af síðum Morgunblaðsins og mbl.is og einn þeirra, einhver svo skemmtilegasta, voru móttökurnar sem að Þórunn Þórðardóttir, nýja hafrannsóknarskipið fékk í Hafnarfirði vikunni. Þetta skip sem að fylgja miklar og góðar hamingju óskir og við vonum að rannsóknirnar sem því fylgja muni leiða til öflugri sjávarútvegs í kringum landið. Þórunn Þórðardóttir þessi var enda fyrsta íslenska kona sem aflaði sér menntunar á sviði hafrannsókna, fædd 1925 og dáin 2007. Fyrir vel á því að nefna þetta góða skip í höfuðið á henni. Eitt af því sem við þurfum að rannsaka hringir í kringum landið það hvernig hvalastofnarnir eru að vaksa okkur eiginlega upp fyrir höfuð. Maður heyrir af sjómönnum bæði fyrir norðanland og vestan sem segja að hafið sé uppfullt af hnúfubak. Sú mikla og máttuga skepna étur gríðarlegt magn af uppsjávarfiski. Eða við höldum það allavega, ekki nægilega rannsóknir sem við höfum unnið á þessu sambandi öllu saman. Myndirnar tala sínu máli. Við erum með vídeo hér frá síldarvinnslunni sem að sýnir hvernig sjómenn horfa upp á strókana frá þessum skepnum í hundraðatali hringinn í kringum landið. Þetta eru hlutir sem við þurfum að skoða til þess að varðveita nytjastofnana, bæði hvalinn en ekki síður fiskinn sem að hefur flutt björg í bú svo árhundruðum skiptir. Af erlendu vettvangi það þetta helsta frétt að Donald Trump heldur áfram að gera allt vitlaust. Hann núna að vinna því hörðum höndum að koma á friði í Úkraínu. Hann hefur lagt til formlega eða erindrekar hans að Úkraínumenn og Rússar geri með sér 30 daga vopnahlé til þess að leita leiða til þess að friðmælast á milli þessara ríkja. Rússar hafa tekið mjög dræmt í hugmyndina ólíkt Úkraínumönnum en Pútín segist ekki útiloka vopnahlé. Við skulum vona að Bandaríkjunum takist að koma þessum friði á enda mun það þyrma mörgum mannslífum, bæði almennum borgurum en ekki síður ungum hermönnum beggja vegna víglínunar. Af innlenda vettvanginum að sjálfsögðu ekki stríðsástand sem betur fer, þó við þurfum að huga vel að varnarmálunum og okkur sagt að nú stefni í að utanríkisráðuneytið muni bera nýtt nafn, utanríkis- og varnarmálráðuneyti. En úr fjármálaráðuneytinu bárust einnig þær fréttir að núna sé búið að semja við kröfuhafa gamla íbúðalánasjóðs. Ríkið ætlar að afhenda þessum kröfuhöfum 650.000 milljónir. Fyrst og fremst í skuldabréfum en reyndar í öðrum eignum líka meðal annars beinhörðum krónum. 650 milljarðar engin smá upphæð og þetta ætti að verða okkur áminning það að fjármálakerfið hefur innbyggða áhættu. Það ekkert til sem að heitir áhættulaus bankarekstur. Og þegar menn tala á tyllidögum mikilvægi þess að halda út í samfélagsbönkum sem að hafi annað markmið en það að skila arðsemi og tryggum og góðum rekstri, það eru þeir menn sem að munu leiða yfir okkur tjón af þessu tagi. Þetta tjón íbúðalánasjóðs má rekja til kosningalofars Framsóknarflokksins frá 2003 þegar allir áttu að geta tekið 90% lán fyrir sínu húsnæði. Það voru ekki lánin sem slík sem ollu þessu tjóni, heldur misvitrar ákvarðanir opinberra starfsmanna sem að töldu að hægt væri að fjármagna sjóðinn með einum hætti, það að segja innlánin og útlánin öðruvísi. Þetta hrikalegt dæmi og mun leiða yfir okkur þetta mikla tjón og þetta mun skerða lífsgæði Íslendinga á komandi árum og áratugum. Það vonandi við látum okkur þetta kenningu verða. Hér eftir örskama stund þá ætla ég að ræða við þau Jónínu Óskarsdóttur sem elsti þingmaður Íslands nú stundir og Ingvar Þóroddsson sem yngsti þingmaðurinn. Þau komu úr sitthvorum flokknum en þau mynda meiri hlutann með sínu samstarfsfólki. Að því loknu ætlum við að ræða við Tryggva Hjaltason, hernaðarsérfræðing stöðuna meðal annars í Úkraínu, en líka stöðuna milli Bandaríkjanna og Kína og í lok þáttar mætir hingað doktor Ragnar Árnason, hagfræðiprófessor fyrrverandi og hann ætlar að ræða Evrópusambandið og hver veit nema ég muni aðeins koma inn á þau mál hér í fréttum vikunar með þeim Ingvari og Jónínu. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Meinhollur, ljúffengur og sívinsæll. Þú kemst á toppinn með Eyjabita. Komiði sæla nýju. Hingað eru komnir tveir afskaplega góðu gestir sem að ég reyndar beðið talsvert lengi eftir að fá hingað í sætið. Ég þurfti að eltast mjög við þau sem að mér þótti dálítið undarlegt því að þau eru alþingismenn og hafa atvinna því að draga sér athygli og safna atkvæðum. Það reyndar sennilega langt í næstu kosningar þannig að
einhverjir kjósa að halla sér aftur, en ekki þessir tveir góðu gestir. Þetta eru þau Ingvar Þórðarson og Jónína Björk Óskarsdóttir. Þau reyndar tilheyra bæði meirihlutanum í þinginu en sikkurum flokknum, Jónína flokki fólksins og Ingvar Viðreisn. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Þið vitið á hverju ég kaus að fá ykkur tvö að þessu sinni, en það er ekki víst að almenningur kveikja á perunni. Nei, ég ætlaði ekki að fengja okkur vegna þess að ég er elsti þingmaðurinn. Akkurat. Fjórföld amma og komin á þing. Fjórföld? Fjórföld amma, langamma. Langamma? Heyrðu, þetta er nú lygin líkast, held ég. Nei. Ég er ekki viss áhorfendur trúið þessu. Ingvar, þú ert yngsti þingmaðurinn? Já, og ekki hafinn þessa vegferð, ég á ekki einu sinni börn, þannig að það er svolítið langt í að ég komist á þennan stað, en kannski einn daginn. Það fyrsta sem þetta gerir er að flytja úr foreldrahúsum, er það ekki? Jú, það er allavega ekki líklegt til árangurs held ég að vera heima hjá foreldrum og ætla að stofna fjölskyldu þar, sko. En það er gott að vera í foreldrahúsum. Ég get vitnað það af gamalli reynslu, en við Jónína erum þetta fyrir talsvert löngu síðan flutta heima bæði tvö. Ó, já. Þið eigið það sammeiri, þið þetta sittir fyrir sikkurt kjördæmið, sannlega, en þið eru bæði á norðan, í grunninn. Eyfirðingar? Já, ég ólst upp á Akureyri, þar til ég fluttist til Ólafsfjarðar 18 ára gömul og settist þar að. Já, og átt merka sögu, Jónína, þú ert einn af þeim fáum Íslendingum í dag sem að barðist við berkla sem barn. Já, rétt fyrir 7 ára aldurinn minn þá greindist ég með berkla og það var búið að vera að leita að því 3-4 mánuði sem ég lá fyrst á Akureyrarsjúkrahúsi og svo fór ég fram á Kristnesdali og þar var ég í einangrun. Móðir mín tók aldrei berklabakteríuna, var reynt að sprauta henni inni þannig að ég er þar í einangrun og fékk að sjá hana bara í gegnum gler. Við lögðum svona hendurnar á hvor aðra. Í langan tíma? Já, þetta var tæpt 1,5 ár. Þar sem þú varst ekki neinni beinni tengingu í móðina, nema bara sjónrænt. Já. Það hlýtur nú að hafa mótað þig. Já, sko þegar ég lít tilbaka þá hugsa ég að þetta hafi farið verð með móður mína heldur nokkuð til mig því ég var náttúrulega að hafa leikið við mig á tá og fingri alla daga. Hjúkrunarfólkið og ég fekk að var klædd í sloppa eins og þær með kappa og fekk að trítla með þeim og gefa lyfin. Og ef það kom að einhver var látin þá var alltaf sagt um mig að nú er andinn farið frá honum og nú skulum við breiða yfir hann. Þannig þessu lærði ég bara strax að þetta var bara eitt af lífinu. Þetta er veruleiki barns að deyja. Já, og inn á Berklaheilinu á Kristnesi. Merk stofnum það. Það er nú safn þarna í dag, hælið, mitt sögu Berklaheilisins. Minningar þaðan? Já, hefur farið þangað? Já, mjög skemmtilegt og fræðandi safn fyrir þá sem ekki bara hafa vitað af þessu sjúkdómi. Nei. Þetta er horfið úr minni fólks á okkar aldrei náttúrulega, við kynntumst þessu ekki og höfum ekki upplifað nema bara í gegnum COVID eitthvað við líka. Þetta var þetta faraldur sem að lék þjóðina mjög grátt. Vífilsstaðir eru ein minningin það. Já, svona er samt að koma eitt og eitt berklatilfelli sem að stingum alltaf í hjartastað og hugsa ég alltaf til barnanna minna, sko. Já, og þeir eru ónæmir, sýkla, lyfja, ónæmi er útbreitt sérstaklega í rússneskum fangelsum og á slíkum stöðum. Ingvar, Akureyri, þú ert alin upp þar líka frá? Já, svona alin upp að hluta, ég fæddur þar, man ekki eftir fyrstu árunum mínum á Akureyri, en foreldrar mínir, þau áttu mig mjög ung, mamma átti 1 ár eftir í MA og síðan drösluðu þau mér svona með sér í gegnum læknisfræði, fyrst í Reykjavík, þau voru í Háskóla Íslands, ég held svona mínar fyrstu minningar eru af fjölskyldugörðunum við Eggertsgötu, stúdentagörðunum. Það svona man ég fyrst eftir mér og er í Hlíðaskóla fyrstu 5 árin, en síðan þegar grunnnámið er búið þá er farið út til Gautaborgar í Svíþjóð í sérnám. Þannig að þar voru síðan næstu 5 ár og síðan ákveða foreldrar mínir að svona það var ákveðið millilending á leiðinni heim að flytja til Lillehammer í Noregi. Þannig að þú er góður í skíðastökki? Já, ég mætti vera betri. Og þá var ég hafði í rauninni engan áhuga á að fara í menntaskóla í Lillehammer. Þannig að það var þá sem ég var svona sendur heim til fjölskyldu á Akureyri, bjó hjá og var í menntaskólum og þá svona
svona varði ég aftur pínu Akureyringur, sko. Og hef, búið þar síðan fyrir utan þegar ég var hérna, sér í mínu háskólanámi. Þið eruð í gegnum pólitíkina leitt saman í samstarf. Ykkar vegur auðvitað mjög ólíkur. Þú búin að vinna langa starfsævi í mikilvægri félagsþjónustu, veit að þú vannst mikið þrekvirki í uppbyggingu félagsþjónustu aldraðra í Hafnarfirði, starf sem að fer mjög gott orð af. Þú ert nýskriðin út úr háskóla, ekki með sama reynslupakkan á bakinu. Hvernig fyrir ykkur að vinna saman? Getur þú tekið drenginn alvarlega þetta töktan til eins og barnabörnin? Þú trúttaði mér nú til í gær þegar ég var ekki alveg að fylgja forsetastólsprótókollum. Þá svona, Jóna, það rétt, ég skal passa þetta næst. Frú forseti? Já, það ekki. Hvað var það sem þú varst ekki að sinna? Nei, það var ekki þannig. Það var þannig að þegar hann búin að kynna viðkomandi í stólinn, að þá náttúrulega, þegar hann búin að kynna, þá gengur viðkomandi í stólinn og segir virðulegi ráðherra eða herra ráðherra eða frú forseti, eða hverju sem er frú forseti eða herra forseti. Og hann má aldrei setjast fyrir að búið að ávarpa hann, þá sest hann. Forsetin? Já, en hann var sestur, hann var þá í forsetastóli og var sestur áður en að viðkomandi ávarpa. Þvílík ósvinna. En núna mun ég passa þetta og ég gerði það í dag. En þó ekki í gallabuxum? Nei, ég hef ekki verið í gallabuxum, nei, hingað til. En nú Jón Gnarr, hann að leggja það til að þið verið sett í skikkjur og höfðu með hárkollur í þingsal. Já, ég tek þessu fagnandi. Mér finnst mikil synd að Bretar hafi hætt þessu. Þar þingforsetinn bara með skikkju, hann var áður með svona glæsilega hárkollu. Harrugg. Ég myndi leggja til að Þórunn Sveinbjarnar stígi fram með góðu fordæmi og athugi þetta. Já, að byrja á þingforsetanum. Já, líka beinast við. Já, hvernig líst þér á þetta, Jónina? Já, Jón alltaf gamansamur, sko. Ég segi bara, þetta svona að fólk með ekki, það var bara að bera virðingu fyrir þingin, þá vera vel klætt og vel til það. Gallabuxur eru náttúrulega fyrir neðallega virðingu. Það eru oft dýrari heldur en bara... Snýst ekki verð, sokkar geta verið dýrari en þú þótt ekki voru sokkalistum í þinginu. Nei, það alveg rétt. En svo líka annað segja að ég saknaðist líka, það bindisleysi herramanna. Já, auðvitað ég verið með bindi. Mér finnst það svona punkturinn yfir þegar út konið fötin, sparifötin. Hárkollurna getur nú kannski komið vel út sérstaklega fyrir þá sem eru hárlausir. Sigurjón Þórðarsson og Logi Einarsson myndi kannski fagna því að fá loksins eitthvað á toppstykkið. Það ekki? Jú, eflaust. Síðan hefði það sem held ég Jón var að, þó að það voru náttúrulega skemmtilegar ræður sem hann við fluttum þetta, það sem var, held ég svona, gagnrýni í þessu var að það sé hvergi augljóst, nákvæmlega einhvern veginn hverja reglurnar eru eða viðmiðin, en síðan sé svona verið að nýta í fólk með þetta og jafnvel þá svona pínu til að skjóta fólk niður. Já. Og það finnst mér alveg fullkomlega eiga rétt af sér að þá sé bara svona kannski nokkuð skýrt hvað megi og hvað má ekki í þessum efnum. Sko. Hálstau mjög augljóst dæmi, en þetta kannski aðeins flóknara mál með konurnar, því að það ekki eins hefðbundið eða svona fast snið hvernig svona spariklæðina á sí. Það alveg rétt. En það líka þetta með gallabuxurnar hjá Jón. Ég held að hann var líka að tala um þetta vegna þess að hann hefur séð fleiri í þinginu í gallabuxum og þeir hafa ekki verið ávið. Einmitt. En það svolítið skipt stigsmunir að því hvort að þú koma bara á nefndardag og ferð aldrei inn í þingsal. Nei. Því þingsalurinn já. Og hann er friðhelgur staður. Þannig verið að setja fólki að þjóðinu lög. Já. Má ekki drekka kaffi þar heldur sem að það má ekki. Hefur gert það verkum að ég sitt svolítið mikið í hliðasölunum og hlusta á fundið þar. Södra kaffið það. Og þið samstarfi og þetta eru 3 flokkar. Það hefur gustað þetta stjórnina á fyrstu vikunum og mánuðunum, aldeilis sem að við fáum nú guðsutna frá þínu fólki út af okkar mjög eðlilega fréttaflutningi. Hvernig er svona takast á þetta? Þið eruð ekki sammála öll mál. Það við þekkjum eitt frægt máli, þetta bara afstæða þín til strandveiðana, þú ert alveg á móti því kerfi, en þið eru fylgjandi því. Já. Hvernig náðu það að sætta þessi sjónarmið? Það bara mjög auðvelt, sko. Við erum þannig á þingi til að hver taki sína afstöðu til sinni samfæringu og við vinnum saman og við segjum já og nei við hvort annað, sko. Það ekki það að við göngum öll í eina sæng og breiðum yfir haus og rífust undir sænginni.
Nei. Við gerum það bara málefnalega, við erum með vikulega sameiginlega fundi, þar sem við ræðum öll mál og það svona tekist á hvort eitthvað heyri strax hljóði sko, hverju svona eru með og hverju á móti og það bara unnið út frá því og það gengur bara mjög vel og þetta það sem ég segi að fórum með síðustu ríkisstjórn. Þau funduðu aldrei saman. En hvað gerir þú eins og í málefnum með strandveiðarnar? Þú skrifaði mergiða grein hérna í fyrra haust, færðir vegamikið rök fyrir því að þetta kerfi var alveg snar galið og svo ætlar að bakka þau upp í ruglinu? Sko, til að byrja með bara með hvernig við förum að því að þá erum við náttúrulega með fjölflokkakerfið og hefur alltaf verið þannig að fólk er ekki sammála og þarf að finna einhverja svona málamiðlanir, málamiðla samfélagalendingu og það náttúrulega ásist það líka innan flokka eins og við vitum öll líka sem við setið landsfundi að það náttúrulega verið að takast á hvernig stefnan eigi að vera og hún að vera svona hinsinn. Þannig að það ekkert nýtt og eins og Jóna nefnir að okkur hefur gengið mjög vel bara að vera mjög bara svona hreinskilin og auðmjúk með það þegar við erum ósammála og finna einhverja leið fram á við og líka bara hvernig við ætlum að leysa svona megin áskorunar varandi strandveiðarnar og þakka ég hlý orðið minn garð. Ég náttúrulega skrifaði þessa grein þegar ég var bara náttúrulega ekki í framboði og bara svona kannski borgari með skoðanir sem var mjög ósáttur með að kerfið væri þannig að það bara eitthvað ekki mikið í pottinum og síðan ef það bara nógu mikill þrýstingur beitt á ráðherra að þá einhvern veginn fleygt ekki mikið í viðbót sem að væntanlega síðan gera verkum að næsta sumar skapast aftur sami þrýstingur og það sem að líka hefur til dæmis gerst í mínu kjördæmi norðaustur að þar að því að fiskurinn gengur eins og hann gerir yfir sumarið að þar eru smábátasjómenn ekki að svona taka þátt í partíunum með sama hætti og annars staðar. Þeir sigla bara Patreksfjörð og veiða þar. Já, þannig að sko núna ég þá komin í þá stöðu einmitt að málamiðla og svona taka tillit til annarra sjónarmiða. Ég líka þeim aldrei að ég kannski ekki upplifaði, sá ekki svona hvernig kvótakerfið þegar það var sett á, náttúrulega bjóð til stór sár sem hafa ennþá ekki alveg gróið sumstaðar. Þú ert að skipta skoðun? Nei, ég er ekki skipta skoðun, þetta frekar í rauninni bara, ég er náttúrulega í allt annarri stöðu og ég er líka styð það þá að búa til eitthvað kerfi kringum strandveiðar sem að kannski ríkir meiri sátt og stöðleiki og sem að líka gera það þá að verkum að strandveiðimenn út all land sitja nokkurn veginn kannski við sama borð sem ég held að það gerir með að sé fastu fjöldi daga frekar en eitthvað fastu pottur sem allir síðan að keppast að veiða. En kerfi leiðir til sóunar, það segir fjármálaráðherrann ykkar? Já, það sóunar ekki, við erum náttúrulega, það eru... Hann er bara vísind, hann er sko doktor í auðlindahagfræði, hann eyddi sko... Já, auðvitað væri hagkvæmast að vera kannski bara með 2 risastóra togara sem myndir bara veiða allt saman. Við erum að vega og meta ólík sjónarmið og líka svona sagan af kvótakerfinu sem ég held að hérna sem var nú bara verið að ræða í þinginu svolítið í gær. Þannig að ég ítreka það að ég styð það að koma á þá einhvers konar öðruvísi kerfum strandveiðar sem að ríkir svona sátt og stöðuleikjum en ekki alltaf verið að þá hringla í á hverju einasta ári sem var það sem að gerist þarna seinasta sumar og var tilefni þess að ég skrifaði þessa grein. Þú knýr á þingi en þú nærða svona snúaði bara þokkarlega vel út úr þessu. Sko það sem ekki Jóna? Ekki sammála því? Jú, þetta er alveg, þetta er snillingur í sér. Sko það sem að með þessar 48 dagar sem við erum að berjast fyrir og sem að verða verðuka, það út af því að fiskurinn hann náttúrulega kemur vestan frá og gengur austur fyrir, eða kemur á Suðurland og fer þennan hringinn sem sagt og austur og alltaf þegar hann var komið svona við Húnaflóan og Norðurlundiland, þá var potturinn búinn. Þannig að austfyrir Norðurlendingar og austfyringar fengu aldrei að veiða þennan kvóta sinn. Þannig þetta voru oft bara litli bátar sem voru að leigja kíló af þorski af stórútgerðinni sem fær fiski fyrir einhverja 50-60 krónur á 300-400 krónur. Og þetta finnst okkur bara ekki uppbyggilegt ef við ætlum að halda landinu öll í byggð.
og ef maður fer eitthvað, ég nú Þú heldur ekkert landin í byggð með strandveiðsjónum, þetta eru bara einhverjir tannlæknar og Garðabæ og Nei, jú. Nú það þannig að þeir sem að veiða fara á sjó, þeir verða að eiga 51% Já, í bátnum. þetta eru áttræði kallar og þetta eru kallar sem eru búin að selja sig út úr kvótakerfinu og koma svo frítt þá bara kaupa þessi kvóta eða leigja sér kvóta og fá einhverja til þess að veiða fyrir sig. Það ef þeir geta átt bátinn og veitt sjálfur, þá náttúrulega allt í lagi, en að fá aðra til að veiða fyrir sig og nýta þessa, að því þetta náttúrulega gefur mikið aðra hönd, þannig tíma sem þeir getur verið á sjónum, þá verður þeir bara að selja. Það bara svo einfalt. Segirðu þetta við Sigurjón Þórðarsson, kollegaðinn? Já, nákvæmlega með hann. Við tölum svo opinskátt og hreinskipti saman, bæði innan flokka og milli. Það ekki spurning, við höfum öll okkar skoðanir og látum þar alveg. Eitt mál sem að þið hafi verið að pyrra ykkur út af og ykkur virðist tekja ekki það sjálfsagt. Þú segist nú vera frjálslyndur í pólitík, einhverja það ekki. Nú eru þið að innleiða endanlega þessa kröfu á það að allar flöskur sem að ég kýsa að drekka vatn eða kókur sem með áföstum töppum, sem algjörlega óþolandi kerfi. Af hverju ósköpunum má ég og sá aðrir sem að selur með drykkina ekki bara ákveða hvort að tappinn sé fungerandi eða ekki? Það langar mig til að spyrja það því, af hverju heldur þú að þessi fyrirtæki okkar hérna sem að selja þessar gósvörur, mjólkuvörur og annað, af hverju heldur þeir hafi komið með að tappa? Það var ekki búið innleiða neina reglugerðina. Þau vissu að þetta væri yfirvofandi og það er þess vegna sem þau gera það því að þau vilja vera undan reglugerða breytingunum þegar þau eru að uppfæra tækin. Ég bara að segja. Ég segir af hverju þetta Af hverju, hvar á þetta að enda? Þessi afskiptasemi ykkar stjórnvaldana gagnvart okkur borgurunum. Er því einhver takmörk sett? Ef ég má ekki ráða því hvernig tappa ég kaupa á kókflösku? Ég svona í meginatriðum alveg sammála því að fólk ætti að sem sagt ekkert endilega að vera tilneytt í þetta en það við erum með EES-samninginn og Evrópusambandið hefur innleitt þessa reglugerð og gert það þarlegandi að verkum að þessi tappa voru orðnir eins og orðnir áfastir áður en að við erum ekki eins og múið leiðið til lög. Þeir urðu það að því að Evrópusambandið er innleitt þetta, eigum við ekki að segja við Evrópusambandið, reynið nú heldur hann á tökum á hagkerfinu og atvinnuleysinu og framleiðslunni sem allt upp í loft hjá þeim. Allt í loft upp í Evrópusambandinu í stað þess að vera að eyðileggja fyrir mér kvöldstundun upp í sófa þar sem ég helli helmingnum af gósinni yfir mig að þessi tappar virka. Tímapunkturinn til að gera það hefði til dæmis verið á vettvangi EES-nefndarinnar í tíma seinustu ríkisstjórnar. Hvers þingmenn eru núna að koma ég hefði alveg verið til að ég hef ekki fengið innsýn í nákvæmlega hvernig EES-nefndin virkar en ég hefði klárlega komið með mín frjálslyndu sjónarmið að borðinu hefði ég verið þar en mér finnst mjög furðulegt að sjá einmitt þingmenn sem voru hluti af meirihlutanum á sínum tíma þegar ríkisstjórnin hefði þá getað fyrr mögulega sagt herðu við Íslendingar höfum ekki áhuga að vera með þessu, hafi ekki gert það og séu núna að koma inn í þingsal og taka 6 klukkutíma. Eins og við vitum, og þetta var það nú málþóf sko, en auðvitað vita menn líka, menn ekki að fara að setja EES-samningin og samstarfið þar í uppnám út af þessum plastöfum. Spurningin prinsippið, sko, hvar eiga stjórnvöld að draga mörkin í því, hvernig þau... Hvað þau innleiða? Já, og hverju hvað ætlaðu að ráðskast með? Fara að verða hér hvaðir það hvort að maður megi skeina sem er hægrið eða vinstri eða hvað það það virðist vera eins og stjórnvöldum sé ekkert mann er dóviðkomandi. Þú ert ekki hrifin af Evrópusambandi? Nei, ég er það ekki og ég get alveg sagt þér annað ég hef bara það að það sé tekið fram fyrir hendur okkur við megum ekki flytja hérna inn eða ryksuga með nema einhverju ryksugu sem ég get alveg farið með því hérna bara í hjólburur og látið sjú upp í nefið. Ég á ryksugu frá Evrópusambandinu og það skiptir engum máli hvort hún sé í sambandið ekki, hún ryksuga jafnvel. Já, sko, þetta er orðið bara, nei, að vera ekki með almennilega sterka mótor eins og var bara í gamlu Nilfisryksunum okkar. Já. Ég á Rimbo og ég nót hann alltaf bara fyrir... Fínustu græn. Já. Einhver svaraði fyrir þetta? Þið viljið koma okkur endarlega inn í þetta gímal. Sko, ég er Evrópusinni og ég menna þetta er þá annað dæmið þar sem að minn flokkur og flokkur Jónínu eru ekki sammála en hafa náttúrulega sameinast það við gerð stjórnarsáttmála að þjóðin fái endanlega svona að leggja svona sinn dóma og hvað ég að gera í þessu máli. En af hverju vilt þú, sko spurningin ekkert þjóðaratkvæðagreiðslu eða samning eða eitthvað slíkt, sko, af hverju vilt þú fara inn í samband
sem er í efnaðslegri rúst, varnarlega séð í rúst og síðan að setja okkur reglur allt og ekki. Þú segir, ég frjálslyndur, en svo viltu að við förum inn í samband sem segir að þú verður að vera með ryksugur sem ekki ryksugar, að plastapparnir þurfa að vera áfastir og þannig getur maður áfram talið bara alla mannlega hegðun. Já, ég nefnilega alveg sammála þessu, en ég ekki sammála því að þetta sé svona úrslita rauninni það sem að segja endalega hvort það sé góð hugmynd að fara inn í Evrópusambandið ekki. Ég meina, það eru frjálslyndir systurflokkar Viðreisnar til dæmis sem að bölva þessum sömu reglugerðum Evrópusambandsins, en þau eru samt sammála það að vera áfram þarna inni, en vera þá þarna inni einmitt og takast á þetta og það oft En af hverju finnst ykkur þetta svona frábært? Ég meina, sambandið gengur út á þetta. Mario Draghi skrifar Sambandið gengur ekkert út á þetta. Það gengur náttúrulega út á fyrst og fremst að fella niður landamæri, þannig að við séum með einhverja mjög stóra heild í staðinn fyrir litlar einingar sem eru síðan að vera að keppa við Bandaríkin eða Kína. Þú getur fellt niður Við ætlum að fella niður landamæri. Við getum bara gert tollarsamband við þessi lönd. Fríverslunarsamninga, þið hafum nú að samþykkjast líka núna við Indland og Chile. Hvað þýðir það fyrir okkur? Það var nú farið við það, til dæmis í tilfelli Indlands, að þá hafa viðskiptin ekki verið mjög mikil, en þegar það komið fríverslunarsamningur þá náttúrulega til að auka það. WOW var nú með beint flug skammt skeið til Indlands, hugsið ykkur, þannig að það var komið Þú skrifaði nú heila bók það. Já, sælla minningar. Frábær bók. Hún á 295 krónur núna á bókamarkaðnum í Holtaköðu. Nei, ég hlustaði á hana á Storytel. Fleira í þinginu sem að þið eru að kljást við fyrir utan plastappa og fríverslunarsamninga? Veistu, þetta nú bara allt sem að mjúkt og gott niður í þingi hjá okkur. Það svona þegar málin að koma inn, þingmálin að koma inn til okkar í vinnslu og það svona, ég myndi segja að það væri fínt að vera með viðtal þingið eftir svona, undir lokin. Ertu að biðja að fá að koma aftur? Að þá var Jú, þetta til á spólu. En þá getur þú fengið svona upp hvernig málin ganga og hvernig ganga fyrst. Þetta að koma þetta í fyrstu umræðu flest mál og fyrstu umræðu og þannig að þetta svona, það ekki komið neinn svona hrein mynd með að móti eða... Eitt langar mig til að spyrja ykkur út í, að því að ykkar flokkar báðir hafa verið mjög skeptískir á hvalveiðar. Ég var hér í inngáns texta af fjallum Hnúfubakinn. Ég var að tala með menn sem voru að sigla inn Eyjafjörðinn og þegar koma hrísi og voru búin að telja 100 hnúfubakka, bara inn í firðinum. Þessi fiskur, þetta spendýr, að éta frá okkur fiskinn í 100.000 tonna tali. Verðum við ekki að reyna að ná einhverjum tökum á þessu eða eigum við bara að láta hnúfubakinn éta frá okkur verðmæti? Ég alveg sammála þessu, algjörlega. Það sumir innan flokk fólksins sem eru móti þessu. Inga er alveg brjáluð þessu. Já, enda ég held að hún gæti ekki dreipið kónguló þá hún skriði á henni. Ég algjörlega ósammála. Ég þekki Ingu ágætlega. Því að þetta bara, hún væri búin að berjast við með blaða til að reyna að ná hún upp í blaði. Ég að segja, hún myndi ekki drepa kónguló, hún myndi kannski drepa mig, sko. Já, frekar. Já. Hún var ekkert sjá, en bara ég segi, við verðum að halda jafnvægi í hafinu. Já. Og þetta orðið þannig núna að ef þú sér bara ferð við Hafráhúsið í Hafnarfirði. Þar eru þeir inn allan fjörð og hvalveiði bátarnir, skoðunarbátarnir, þeir eru konir inn í Hafnarfjörð til að sýna hvalina. Já, bara inn í fjörðin, inn í höfnina. Og þeir fóru, daginn þá sá ég það að þeir voru einmitt að fara hjá Hafrá og skoða þetta. Því þetta ekkert annað en þarna inn að ganga einhver átak, hvort sem það síld eða loðuna eða hvað sem það já, þá allavega þeir í ætið þarna. Er þetta ekki vandamál eða sjáu þið ekki vandamál í þessu? Ég ósammála því að við sem flokkur sé eitthvað rosalega á móti hvalveiðum. Ég var nú spurður það einu sinni í kosningabaráttunni. Það var óákveðin kjósandi sem kom til mín og spurði af hverju það væri ekki neitt hvalveiðar í stefnu Viðreisnar og svarið við því var einfaldlega því að það eru mjög skiptar skoðanir. Ef við förum inn í Evrópusambandið þá megum við ekki veiða hval. Já, við getum eins og ég skrifaði fína grein sjávarútvegsmálin í samhengi við mögulega Evrópusambandsaðild fyrir seinustu kosningar, að þetta væri þá annað mál þar sem að við getum
í rauninni kraft þeirrar sérstöðu sem við höfum mögulega samið undanþágu frá því og hvað ef við myndum vera í einhverju slagtogi með Norðmönnum að þá þeir eru líka að stunda En hvalveiðar. heldur þú að þetta sé eitt af því sem þú getur opnað pakkan og skoðað í og samið? Nei. Ég myndi ekki útiloka það allavega. En vilt þú skjóta hann húið bakinn? Já, ég líti á þetta bara eins og með aðra auðlinda nýtingu og bara eins og með aðrar skepnur sem við erum að nýta ef það er hægt að gera það með sjálfbærum hætti og öll svona dýravelferðar sjónarmið eru uppfyllt að þá finnst mér vera ofurlangt gengið að bara banna heila atvinnugrein ef að þau skilyrði sem við erum sammála að ef er uppfyllt séu uppfyllt. Þannig að þið eru búin að svara spurningunni sem Bubbi bar upp við okkur árið en nauðsynlegt að skjóta það. Já. Heyrðu, það er gaman að fá ykkur hér til mín. Ég tek það orðinum eða mæta aftur fyrst að þú bað svona fallega og við... Ég skal bara, þú hefur bara heyrt í mér alltaf þegar ég er á Akureyri, þá hef ég ekki... Já, þannig en við stefnum á það bara að fá ykkur saman hérna aftur og þá getum við farið vonið þingmálinn þegar það komið betri og skýrir mynda þetta. Og þá sérðu hvað við erum mikið ósammála eða sammála. Já, það er bara gott að sjá það. Jónína og Ingvar, takk kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis. En við erum ekki búin að segja skilið við Evrópuumræðuna, né alþjóðamálin, því að í lok þáttar kemur hingað Ragnar Árnason, prófessor emeritus og ræðir Evrópusambandið, kost og galla aðeldar. En áður en að því kemur, þá mun ég ræða við Tryggva Hjaltason. Hann er hernaðar- og varnarmálasérfræðingur og hefur enda líka lokið liðsforingjaþjálfun við Bandaríkjaher og við ætlum að taka stöðun á honum. En áður en að því kemur, þá er það þetta hér. Það var margt uppi á teiningnum hjá stjórnmálafólkinu okkar í vikunni sem nú er að líða undir lok. Þar fór mest fyrir veisluhöldum, afmælispartíum og utanlandsferðum. Liðna helgi fór einmitt fram þingveisla Alþingis sem er aðeins fínna orði við árshátíð, þó það sé eiginlega bara nákvæmlega það sama. En þangað mættu prúðbúnir þingmenn í miklu stuði ásamt mökum sínum og tjúttuðu fram á rauða nótt. Er það að sjá myndirnar? Herregud! Heiða Björg og Alma Möller voru svolítið að vinna með svipa lúk þegar þær funduðu ýmis mál sem lúta að velferð íbúa í borginni. Þær eru alltaf jafn smart báða tvær en margir hafa verið að velta því fyrir sér hvort það fylgir nokkur rúðuþurrkur með þessum brillum. Guðmundur Ari lagði sitt á vogaskálarnar og hjálpaði til við að koma golfvellinum á Seltjarnarnesi í samt lag eftir veðurtjónið sem þar varð. Ekkert smá duglegur strákur. En vissu þið að Sigmundur Davíð og Halla Hrund eiga afmæli sama dag? Já, það er bara þannig. Á miðvikudaginn fögnuðu afmælissystkinin afmælisdegi sínum. Simmi Dabbi hálfrar aldar risaðulega afmæli en Halla Hrund, hún er bara 44 ára. Til hamingju með ykkur sóma fólk. Konur eru konum bestar og allt það kórónaði Inga Sæland þegar hún sendi valkyrjónum sínum, þeim Kæfrost og Toggu, klassískan baráttusöng á Facebook. Það voru einhvern veginn allir og ömmur þeirra í útlöndum í vikunni. Bryndís Haralds, hún var stödd í Litáen vegna einhverja svakalega merkilegra hátíðarhalda og gaf innsýn inn í viðburðin á Instagram-reikningi Alþingis. Nokkrir nýjir varaþingmenn tóku sér sæti á þingi í vikunni. Alltaf gaman að sjá ný andlit á þeim vettvangi, sagði enginn aldrei. En Sigurður Örn Hilmarsson, hann listi Áslaugu Örnu af Hólmi, Lárus Guðmundsson kom inn fyrir Begga Óla og hinn eini sanni Sverrir Bergmann fyrir Ásu Berglindi. Hei Svessi, en nokkuð hægt að fá óskalag? Á meðan herramennirnir voru við þingstörf skelltu þær Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ása Berglind og Áslaug Arna sér í skvísuferð til New York og sóttu þar kvennanefndafund Sameinuðu þjóðanna. Pavel Bartosek fór til Noregs ásamt Aðalsteini Leifsinni til að vera viðstaddir landsfund Venstre. Að sjálfsögðu nýtti Pavel tækifærið og smellti eina strangheiðarlega sjálfu. Kay Frost fer alveg að taka við af Snorra Másinni sem virkasti samfélagsmiðlarinn en hún fór til Brussel að skoða höfuðstöð NATO á dögunum. Manni líður bara eins og það hafi enginn verið eftir hér heima til að stýra landinu. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra.
Komið sæl að nýju. Við þökkum þeim fyrir yfirferð frétta vikunar. Nú ætlum við að fara yfir alþjóðamálin, reyndar í 2 hlutum. Hér lok þáttarins verður með okkur Ragnar Árnason, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, að ræða Evrópusambandið og kosti en kannski ekki síst galla þess að Ísland myndi ganga þangað inn. En heimurinn stærri en Evrópa ein og heimsins augu einblína auðvitað ekki síst á Washington þessa dagana og það hvað Donald Trump að gera í málefnum Úkraínu, Kína, Grænlands og auðvitað Evrópu svo að fátt eitt sé nefnt. Og hingað kominn góður gestur sem að hefur sérþekkingu á sviði varnar og öryggismála, Tryggvi Hjaltason. Við höfum reyndar fengið hann hingað í seti áður til að ræða menntamál, læsismál hjá börnum og annað þeim dúr, en nú förum við í allt aðra átt. Velkomin Tryggvi. Takk fyrir það. Ástæða þess að ég kallaði hingað inn svo að þú ert sérfræðingur í öryggis- og varnarmálum. Þú ert menntaður á því sviði frá Bandaríkjunum, ekki rétt? Jú, ég með BS-gráðu í svokallu Global Security and Intelligence Studies frá Embry-Riddle í Bandaríkjunum og ég lauk nú líka 3 ára liðsforingjaþjálfun hjá Bandaríkjaher og ég svona hans bakgrunn í þeim efnum. Hvernig, spyr ég, lífsreynsla það að ljúka slíkri þjálfun? Það var mjög fróðlegt og margt svona sem að situr eftir til dæmis að því að nú að ræða mikið agavandamál í íslensku skólum og það var rosalega gott agakerfi í Bandaríkjaher, ég hef bara aldrei komið í annað eins og líka svona eins og maður kallar meritokrasi eða svona þú ferð áfram eftir mælingum eftir hvernig þú stendur þig. Veruleikarnir á. Já, veruleika og það var allt mælt sem við gerðum, bara allt, bara arbeidnar og hlaupin og leiðtogaþjálfun og skotitnin og hvernig þú klæddir í búninginn og hversu seint þú mættir og svo framvegis og svo bara settir upp listar í herstöðinni og þú vissir alltaf hvar þú varst í öllu og þannig vissir alltaf hvernig þú varst að elta og alltaf hverju var eftir. Og hvernig þú gast þá líka bætt þig vantarlega? Já, þannig að mér finnst þetta mjög gott kerfi svona að vera upp á þetta að gera. Í hverju varstu slappastur? Ég var slappastur í langhlaupunum með rucksack march var að kalla, hlaupa með bakpoka. Já. En þú æft þig upp í þeim efnum vanti ég? Ég reyndi að gera það. Já. Ég þekkti þennan bakgrunninn auðvitað frá fornu fari en svo tók ég eftir því að þú hefur nú gert áttið að því að birta svona greiningar á stöðumála og í liðinni viku þá fórstu aðeins yfir þessar aðgerðir sem Trump að grípa til og ég held að sé ekki vanþörf á því að ræða þetta eins á dýptina því að umræðan bæði einsleit og hún í upphrópanastýl, hún snýr fyrst og fremst að því hvort að tollarnir á Kanada séu 25 eða 50% en menn fara síður á dýptina það hvað manninu gengur til. Margir haldaði fram að hann sé reynilega bara brjálaður. Já. Sko ég held að það sé bara mjög gott. Það sem fróðlegt við þessa forsetatíð hjá Trump að hann og hans innsti hringur eru í 2 til 3 ár búin að leggja spilin frekar vel á borðið og það hefur verið að hlusta á hans nánasta hring bara í podcastum til dæmis undanfarin ár. Þá hafa þeir lagt bara frekar skýra sínu við hvað þeir vilja gera og það ég myndi segja svona 3, kannski 4 hlutir sem að þarf að hafa í huga sérstaklega kemur Úkraínustríðinu. Trump náttúrulega verið mjög blátt áfram með það er Ameríka fyrst og á allt annan hátt en forsetar hinga til. Hann segir það America first og make America great again. Það verður ekki skýrara. Nei, það verður ekki skýrara og það náttúrulega svona ákveðni vinklar eins og sérstaklega að sigra gervigreindarkapphlaupið. En fólk kannski gleymi líka í því að Ameríka sé fyrst að þá mjög mikilvægt að engin annar náði þeim og það bara eitt ríki sem að Trump hefur talið og ítrekka talað að hann telja geti náð Bandaríkjunum og það Kína. Þannig að það annað mikið forgangsatriði hjá honum að veikja Kína og að tryggja Kína geti ekki náð Bandaríkjunum. Þá mjög mikilvægt að setja það í samhengi við að það algjört eitur í beinum Trump-stjórnarinnar að Rússar og Kínverjar vinni svona náið saman. Þannig að það eykur geopolítíska áhrif Kína alveg gríðarlega. Landfræðilega séð tengingin inn í Evrópu og hvaðina. Já, og bara til dæmis aðgengi að hráfurum sem að Kína hefur alltaf vantað. Það ekkert ástæðulaust að Kína að byggja hraðbrautir út alla Afríku og hafnir og kaupa landsvæði og námur þar. Þeim vantar þungmálma og sjaldgæfa málma sem þarf til dæmis til að byggja upp örgjör og svo framvegis. Það bara ekkert ríki í heiminu líklega ríkar af þessu heldur en Rússar og Rússar hafa búið Kínverjum svolítið aðganga þessu og hitti náttúrulega hergögnir og hernatæknin sem að Kínverjarnir hafa óskað eftir aðgengi af og þetta bara hendar Kínverjum mjög vel og þetta minnir mann svolítið á þegar Nixon fer til Kína mjög óvænt í miðju kalda stríðinu og opnar á samband við Kína
þá var það í rauninni akkúrat öfugt. Það var markmið að skera Kína frá Sovétríkjunum af því þeir eru ágjörðið að Kína myndi magna svo upp mátt Sovétríkjana. Það mynda svo svakaleg blokk þegar þessi risa veldi, Kínverjar auðvitað með sinn 1,4 miljardar manna og Rússar, landmestaríki gjörvallrar veraldarinnar. Já, ég minna og Rússar eru með það opnast norðurskautssiglingar, Rússar eru náttúrulega bakdýrin í Evrópu og Rússar eru náttúrulega þrátt fyrir að þetta 11. stærsta hagkerfi heimi, þeir eru svo mikið efnahagslegt ofurveldi, þá eru þeir hernaðarlegt ofurveldi og í landflæmilegum tilgangi og þeir eru með neitunarvaldi í Sameinuðu þjóðunum og annað, þá er náttúrulega alltaf gríðarlega öflugur bandamaður fyrir einhvern eins og Kína. Engin þjóð í heiminum með jafnmörg kjarnorkuvopn undir höndum eins og Rússar. Þú nefndi líka í þessari greiningu atriði sem að mönnum kemur kannski ekki fyrst í huga þegar menn horfa á Trump og framgöngu hans, en það er friður. Hann þrátt fyrir allt og sýndi það á fyrra kjörtímabilinu frá 2017 til 2021 að hann vill frið, hann vill ekki beina vopnum gegn andstæðingu sínum. Nei, akkurat. Þetta er eitthvað svona, ég ofta að minna fólk á þegar að vera að ræða Trump og ég er sjálfur ekki yfirlýstur andstæðingun í stuðningsmaður Trump en að horfa meira á hvað hann gerir og minna hvað hann segir og hann er til dæmis eini Bandaríkjaforsetinn ég man ekki hvað marga áratugi en þeir eru margir sem að hóf ekki neinn í stríð og byrjaði ekki til dæmis nýja herferð á loftárásum á einhver ríki og svo framvegis og hann sjálfur hefur nú verið svona eins og hann er nú ekki oft kannski staðfastur í skilaboðum lengi yfir mörg mál að þá hefur hann verið mjög staðfastur í því að hann vill stuðla að friði og hans svona friðarnálgun er svolítið, ef maður fær að sletta á enskunni peace through superior firepower og hann hefur talað það að Bandaríkin á að vera það öflugt hernaðarveldi að það var ekki nokkur mann að detti í huga að ráðast gegn þeim og ef þeir þurfa þá eitthvað að hreyfa sig þá að gera það mjög kröftulega og hratt og stutt. Og þetta ekki að lendi þessum langdregnu styrjöldum sem að ég sagði að 20. aldar er uppfull af Kóreustríðið, Víetnamstríðið og síðan auðvitað þessi ömurlegu stríð í upphafi þessar aldar. Já, akkurat. Og það er alveg ljóst að ráðgjafa Trump telja að Bandaríkin sé að dragast inn í þannig áflóð einhver leyti í Úkraínu og það er náttúrulega fyrir mjög taugarnar á þeim að fyrrum ríkisstjórn Biden hafi samþykkt $20 miljardar í útgjöld sem að þeir hafa sagt, Trump-stjórnin, að sé í rauninni ekki sett í samhengi við neitt árangur eða loka takmark og slíkur opinn tékki stuðli þá ófriði til lengri tíma, hvort sem það er rétt mat eða ekki, að þá er þetta hugmyndafræðin sem er að fara inn í þessar aðgerðir þeirra núna og verður að hafa í samhengi við það. Hvað sýnist þeir vera að gera? Hvert er planið varðandi Úkraínu? Sko, Trump, ég hvet fólk ofti að horfa á Apprentice-þættina sem að Trump var með 14 seríur af því að hans samningataktik er svolítið fá menn að borðinu, fara síðan að miklu afli gegn þeim og þetta er kallað bara anchoring er þetta kallað að ég biði miklu meira af þeir en ég kannski er í raun og veru að reyna að fá. Óþægilega. Já, og sýni allt mitt afl og vald í leiðinni. Svo leyfi ég bara þér aðeins að bíða og meta þitt landslag á meðan og minni það á meðan. Þú ert að fara að tapa öllu. Og þá kannski endurmetur þú aðeins þinn raunveruleika og segir, ok, hann vil fá 50%, ég get það ekki en ég ætla hann bara að láta hann fá 10%, ég læta þá kannski bara að fá 30%. Trump ætlaði kannski bara að fá 20% allan tíman, svo kemur hann tilbaka og þú býður 30 og þá segir hann, ég tökum nú bara 20 og svo skal ég nú bæta þessu og þessu við. Og þetta er bara virðist vera nákvæmlega taktíkin sem er í gangi núna, fyrir utan það að hann er mjög meðvitaður það eru tveir aðilar sem þurfa að semja og það er Úkraína og Rússland og Biden stjórnin tók náttúrulega mjög skýra afstöðu að Rússar eru árásaraðilinn sem þeir svo sannarlega eru en að þess vegna ætti í raun ekki að tala við það ætti bara að knúa þá niður á knésetja á þannig að þeir þyrftu bara að semja úr veikri stöðu og taka þeim afarkostum sem þeir eru settir. Það er greinilega mat Trump stjórnarinnar að Rússar sé ekki á leiðinni í slíka knésetningu neitt á næstunni og þá þarf að virða báða aðila og það er það sem Trump er að gera sem er náttúrulega að leggjast mjög illa í Evrópu eðlilega að hann er að segja, hlustum það aðeins á hvað Pútín hefur sagt og berum aðeins virðingu fyrir því. Hann er að opna símalínuna við hann sem hefur ekki verið opin. Já, tölum við hann og mér fannst nú áhugavert að hann býður honum til Sádi-Arabíu en þess að eitt af því fyrsta sem að Trump segir þegar hann kemur til valda, hann segir við þurfum að lækka olíuverðið út af því að þannig þurrausum við stríðskistur Rússa. Þetta sagði hann í Davos á viðskiptaráðstefnunni miklu þar. Já,
Og þess vegna er mér áhugavert af hverju vill hann fá Rússland til Sádi-Arabíu. Mig grunar að Sádi-Arabía sé nú partur af þessari mynd, að hann að þrýsta á þá og fleiri, að þið auki olíuframleiðsluna, við lækkum olíuverðið og þá Rússarnir svona aðeins komnir upp í kalana. En hann held ég, að reyna að búa til þannig stöðu að Pútín geti gengið út svona með einhvers konar reisn sem að Trump held ég að þekki nú betur en flestir að skiptir svona menn miklu máli. Og í þennan tíma frá þessum átaka sorglega fundi hérna með Zelenski í Hvítahúsinu og svona vikuna eftir það, þá náttúrulega leit út fyrir að hann væri bara að ganga erinda Rússlands og eðlilega kannski mætti draga þannig ályktan einhver leyti. Hann kallaði Zelenski einræðisherra áður en að því kom, hann sagði að Úkraína hefði byrjað stríðið, allt glórulausar yfirlýsingar. Já, algjörlega. Þetta þá útpælt heldur? Þetta ekki bara, eins og ég segi, brjálaði maður? Já, getur ekki verið bara bæði. Nei, ég ætla nú ekki að segja hans brjálæður, en ég held að það oft meiri pæling og meiri langtíma strategi en kannski lítur út og líka tjáningamáti Trump þess eðlis að það lítur út fyrir hann sé mjög svona hvatvís og sé bara ákveða sig í núinu. En það virðist nú samt ekki vera þannig vegna þess að mikið af þessum skrefum sem að stíga núna, þau voru lögð upp fyrir 2-3 árum af Trump og hans nánasta samstarfsfólki bara mjög skýrt sko. Og mér sýnist að vera að fylgja því eftir og enda kemur núna í ljós, þá bara í þessari viku þegar Úkraína tilbúið að koma að borðinu þá fara að koma póstarnir núna sem hann að höggva í Rússland og segja að það eins gott að Rússland fara að semja núna því við höfum sko fullt af vopnum eftir þar sem við getum þrengt að efnahaga Rússlands og þar held ég til dæmis að hann sé að sveifla á baku lykta dyr olíuverðinu. Þannig að hann að þrýsta á báða aðila því hann vill fá það á borðinu og í leiðinni Ameríka fyrst þá ætlar hann að græða og það náttúrulega gríðarlega verðmætt, sérstaklega svona sjaldgæfi málmar hérna á þessum svæðum og hann held ég sýnst mér meta þetta þannig að ef að bandarísk fyrirtæki geta þá komið inn og byrjað að vinna þetta svæði þá Bandaríkin komið geopolítiska hagsmuni hann í Austur-Úkraínu og þar að leiðandi verður svæðið öruggara gegn innrás Rússlands þannig að það fer ekki nokkurt fullvalda ríki, heilvita ríki segja að ráðast á landsvæði þar sem Bandaríkin eiga geopolítiska hagsmuni að gæta og það svona security guarantee eins og hann talar Væri það meira öryggisnet fyrir Úkraínu heldur en til dæmis NATO eða Evrópusambandsaðild? Já, það fer náttúrulega allt eftir því hvernig það metið. Hvað þýðir NATO-aðild ef að Bandaríkjamenn til dæmis stígi burt úr NATO? Þeir eru með 83% af útgjöldum NATO. Ég trúi nú reyndar ekki að Bandaríkin muni fara á NATO. Ég held að það sé nú meira svona partur af þessari samningstaktík sem snýr þá meira því að eins og Trump var mjög andum á fyrsta kjörtímabilinu sínu að öll aðildarríki NATO borgi sín 2%. Það voru ekki nema 2 eða 3 ríki sem gerðu á þeim tíma. Þau eru nú komin upp í eitthvað aðeins meira núna en ennþá fullt af ríkjum sem að borga ekki þetta lögbundna eða samningsbundna lágmark í NATO. Hann var gagnrýndur mjög harkalega fyrir þá taktík og frægan fund í Kanada ef ég man rétt og frægar ljósmyndir af því þar sem að hann stóð einhvern veginn einn gegn Merkel og öllu þessu liði. Ekki allir búin að átta sig á því að hann hafði hárrétt að standa að Evrópa mátti ekki bíða stundinni lengur með að vígbúast í raun? Já, það allan eldist nokkuð vel í ljósi aðstæðna seinna mér. Og eins og ég segi, það auðvelt að vera pirraður og reiður út í Trump og svona hinnar ýmsu aðgerðir sem farið í en þetta, hann fáið sem deilum það að þessi skilaboð hafi nú verið rétt hjá honum og ég meina enda það skrítið að í áratugi komist nær öll aðildarríki NATO og Ísland þar meðtalið upp með það að greiða ekki samningsbundin viðmið til varnarmála. Og allt í skjóli ægi, valds eða afls Bandaríkjanna? Já, það hefur bara engin þurft þess. Bandaríkin hefur bara með herstöðvar út alla Evrópu og hefur bara tekið þetta á sig og þeir hafa reynt á eitthvað þá hafa þeir verið mjög fljótir að borðinu og vilja það. Ég menn hingað til hefur Bandaríkin viljað verið í þessu leiðandi hlutverki. Þetta er bara fyrsti forsetinn í má kannski segja að gera allt Ford hafa hans reynt að stíga þessa leið en að öðru leyti hafa nú ekki margir forsetar frá sinni heimstöldinni viljað bara, Evrópa bara sjá alveg með Evrópu og við höfum ekkert að vera skipt okkur mikið af þar. Nei. Bakvið þetta allt eins og þú nefnir í þinni yfirferð Kína. Þetta risastóra ríki sem í raun einræðisríki undir stjórn Xi Jinping og kommunistaflokksins. Átökin speglast í tvennu eins og þú nefnir líka. Það gervigrindakapphlaupið sem hefur tekið dálítið við af geimkapphlaupinu sem var á milli Sovétríkjanna og Bandaríkjanna á sín tíma. En svo það líka bara hrein hernaðar pólitík, Tævan, sem reyndar tengið síðan inn á gervigrindina og hálfleiðarana og þá framleiðslu alla.
Eru Bandaríkjamenn að búa sig undir bara bein átök við Kína? Mér finnst mjög fróðlegt núna, það eru mikið að fréttum að berast af því að Trump-stjórnin sé til dæmis að leggja til fækkun kjarnavopna, bæði hjá Bandaríkjunum, Kínverjum og Rússum. Það er líka bara fréttir af því að þeir séu undirbúa boð til Kína að þeir muni færa flotan sinn úr Kínahafi gegn því að Kínverjar gera það líka hann í kringum Filippseyjar. Suður Kínahafið. Já, og alls konar svona fréttir, svona eins og maður myndi segja hérna á enskunni de-escalation, það sem að vera að reyna að minnka þrýstingin á svæðinu. Ég held að þarna sé Trump og vilji láta reyna og vilja Kínverja raunverulega til þess að stuðla friði og síðan reyna að fá allir að setja smá spil á borði líka með að þeir til dæmis fara ekki inn í Tævan sem er náttúrulega gríðarlega miklir hagsmunir inn í þó að var ekki nema bara fyrir örgjörra versmiðurinn sem eru þarna og sem er náttúrulega líkil hlekkur í gervigreindarkapphlaupinu en það er auðvelt að sjá hvernig þetta getur svona hlaðist mjög hratt upp í mikla búðurtinu. Kínverjarnir eru leyniþjónustuupplýsingar Bandaríkjanna fyrir utan bara það sem Kínverjar sjálfur gera bendir bara beinlínis til þess að þeir ætli inn í Tævan. Já. Fyrir lok þess áratugar. Já, ég meina og þeir hafa bara sagt það sjálfur og telja þetta sig bara partur af þeirra heimalandi sem að allar Bandaríkjastjórnir í langa tíma hafa verið hjartalega ósammála og lofað að verja Tævan. Og það er svo margt undir í Asíu ef að Kína kemst upp með þetta. Þeir eiga nefnilega tilkall á margvísleg haf- og landsvæði sem þeir eru í deilum við Vietnam, við Indland, við Japan, við Suður Kóreu, við Filippseyjar, margvísleg deilumálum hver á hvaða hafsvæði, hver á hvaða landsvæði og allar þessar þjóðir sem er ástæðan fyrir það að flestar farið í mjög náið öryggissamstarf við Bandaríkin telja að svona tipping punkturinn sé ef að þeir farin í Tævan og komast upp með það gengur vel og kostar ekki mikið þá verði farið í næstu, það verður svona dómin og kubburinn sko. Japan til dæmis. Já. Það er rosaleg sviðsmynd, þá er heimurinn gjörbreyttur. Ekki spurning. Og þess vegna er rosalega mikilvægt hvað þessi forseti gerir og þá meina ég Trump, reiknar með verði þarna eitthvað áfram að allan verðist ekki vera förum að hvað gerir hann sko að því að Trump hefur talað að þeir eigi að loka herstöðum í Evrópu og þeir eigi að minnka þrýstingin í Evrópu og að svo þeir geti einbeitt sér að Kína. Obama reyndi þetta svolítið en þeir urðu of tættir og eins og Obama var alltaf kvart undan, þeir voru alltaf fastir í Afganistan og þess vegna var hann að drífa sig þar út af því það var svo miklir resursar þar. Trump hefur talað bara við að planta meirhlutanum þannig í kringum Kína og við bara tilbúin af því þetta í rauninni aðalbreytan upp á vald Bandaríkjanna. Hún er þarna, miklu meir en einhvers staðar í Úkraínu. Og ég hreinlega veit ekki, maður nú sko að margar hernaðargreiningar á því ef að Kína ræðst á Tævan og það er í mjög fáum tilfellum þar sem að Kína bara valtar ekki yfir Tævan léttilega. Og það er að segja ef þeir fara á fullu afli inn. En það hins vegar, og það er svona snýst þetta sem er alltaf fælingarmátturinn, hvað er hægt að hafa kostnaðinn háan fyrir Kínverjana ef þeir fara að inn. Hversu góð loftvarnakerfi geta verið, hversu mikið er hægt að skjóta á flotan áður en hann mætir og allt þetta. Og það er náttúrulega hafa Bandaríkjamenn reynt að pumpa inn varnarkerfum og mjög stórum vopnasamningum með hvað þetta landi lítið. Hver sem sviðsmyndin þá er þetta gríðarlegt mannfall. Já, það lítur út fyrir það. Ef það kemur til fullrar innrásar, já. En svo er einhver sem vilja meina Kína mun bara planta flotanum sínum og gefa úrslita kosti og þá mun tævanska ríkisstjórnin bara gefa eftir og til þess að lífa sinni eigin þjóð, leifa með valta hann inn. Og í þeirri mynd þá mun alltaf öllu máli skipta af því það líklega kemur til þess að ef að slíkum úrslita kostum er stilt upp þá mun þeir hringja í Bandaríkin fyrst og segja hvað þeir að gera. Ætli þið að koma með okkur í stríð gegn Kína eða ekki. Og það er alveg ljóst að ef Bandaríkin segir þið þurfið bara að sjá um þetta þá verður ekkert stríð. En hvaða hagsmunir hafa Bandaríkjamenn að því maður segja að Tævan lítið land, þeir eru nú að vinna í því að flytja örfluguframleiðsluna yfir á vesturströnd Bandaríkjanna. Snýst þetta kannski fyrst og eða meira Filippseyjar, Japan, Suður Kóreu? Frekar heldur en Tævan sjálft. Er Tævan táknmynd þess að Kínverjar hafi ekki full yfirráð?
á þessum enda Kyrrahafsins? Já, ég held að þannig að þurfa að aðgreina þetta tvennslags markmið hjá Kínastjórn sem eru af ólíku meiði. Tævan partur af þessu bara alveg úr kommunistabyltingunni. Þetta bara kínverskt móðurland sem að slapp í burtu frá okkur og Chiang Kai-shek og félagar fóru þarna og flúðu. Já, flúðu og sett upp sína eigin ríkisstjórn og sem er svona algjör móðgun við leiðtogann Mao og þetta þurfti bara leiðrétt og þetta kemur alveg bara svona í grunn-DNA-inu frá kommunistaríkinu Kína frá fæðingu þess. Og þeir hefðu leiðrétt þetta 1950 ef að bandaríski flotinn hefði ekki siglt inn í sundið og hnyklað vöðan. Já, sammála því. Hinar deilurnar held ég að séu svona af öðrum meiði og meiri svona geopolítískar og varandi auðlindir og valdajafnvægi álfin og svona, en þess vegna held ég að það skipt og í skilabóðunum sem kínverska ríkisstjórnin með heima hjá sér. Það svo mikilvægt að skoða þetta. Alveg eins og ef við ætlum að skilja rússnesku innrásina, þá verðum við að hlusta á hvað Pútín segir við þjóðina og hvað tala um í dúmunni, hvernig þið tala um Úkraínu. Að það miklu meira prinsip málhefðum að við tökum Tævan heldur en eitthvað að við ætlum að vinna í Suður Kínahafi eða við ætlum að höggva í Japani. Það ekki nærri jafn stórt mál í svona talpunktum kínversku ríkisstjórnarinnar inn á við. Færum aðeins talið aftur Úkraínu sem stendur okkur nær, hér eru margir Úkraínu búar í sárum og við horfum upp á þessar blóðsúthellingar í austurhluta ríkisins. Maður heyrir hernaðarsérfræðinga tala dálítið í tvær áttir eða tungu tveim þegar að talað mögulegan frið í Úkraínu og vopnahlé sem geti varað þess vegna í 70 ár eins og gert hefur verið á Kóreuskaganum. En menn óttast að Rússar muni þá bara beina sjónum sínum eða spjótum að öðrum ríkjum sem eiga landamæri að gamla rússneska keisaraveldinu. Það getur verið Finnland, Eistland, Lettland, Litáen, Pólland. Einhverjir halda fram að það sé bara betra að átökin séu staðbundin og orka Rússa fari í það að berjast í austurhluta Úkraínu heldur en að þeir fara að egna til lítandi veðra. Já, ég ætla bara að játa það í þessum efnum hef ég farið fram og tilbaka svona eftir því sem maður skoðar gögnin og upplýsingarnar og skilabóðin sérstaklega frá Pútín og verið bara eiginlega á báðum megin. Ég meina Pólland og Finnland til dæmis, bara þeirra ríkisstjórnir og þeirra leyniþjónustu upplýsingar hafa bara ítrekað tala um það, þetta sé markmið Rússa og þeir hafa bara beinharða sannanir fyrir því og það verður náttúrulega að taka svona alvarlega, ég meina þetta eru bandamenn okkar og það er ekkert mörg ár síðan að Rússar voru að hernema þessi lönd eða landsvæði í þeim að minnsta kosti. Sama skapi held ég nú ekki að þetta sé svona það svarthvítt að Rússarnir séu bara núna með þannig hernaðarplön og bara svo erum við búin að taka Úkraínu þá ráðast beint inn í Pólland og svo svona inn í Finnland svona eins og oft talað. Ég held bara Pútín realpolitikus og hann mun meta stöðuna hverju sinni og uppfæra sitt hagsmunamat og bregðast við því. Ef að það hefði bara verið virkilega einfalt að valda inn í Úkraínu og ég meina þú sér að hann fer inn í Úkraínu daginn eftir að Biden segir Bandaríkin mun ekki setja neina hermenn inn í Úkraínu, við munum ekki verjast inn þannig. Daginn eftir fyrir hann inn. Það var greinilega lína sem hann var búin að setja í sínu mati. Það þurfti á þessu að halda. Já, að ef að Bandaríkin viðurkenna opinberlega þeir ætla ekki að setja hermenn, þá erum við tilbúin að fara í þetta. Þeir náttúrulega fara beint og reyna hjóli að taka Kív og það aftur að það mikill áróður í gangi að Rússar ætli nú bara að taka þessi austustu svæði sem eru mestu rússnesku mælandi og hafi nú engin umfram markmiði það og það náttúrulega algjöru berhögg við það þeir fóru beint í að reyna ná höfuðborginni. Og reyndu að ráða Zelenskí á dögum. Já, tókst það ekki og þar bara má ekkert breiði við það að Úkraínumenn voru bara með miklu betri varnarbaráttu en allir höfðu reiknað með. Og það var engin hernaðargreinandi sem að hélt ekki að Rússar myndu valt yfir Úkraínu. Þetta átti bara alltaf að vera fallið á 2-3 dögum. Já, það var bara allir sammála það. Ef að það hefði gerst, ef að Pútín hefði bara valtað yfir Úkraínu og bara náð öllu landinu á nokkrum vikum og Bandaríkin hefði bara við nú drögum bara nýja línu þarna, þá held ég að líkurnar hefði verið miklu, miklu meiri að það hefði mögulega eitthvað annað ríki lenti í árás í kjölfari. Hann má ekki gleyma 2008 ráðast þeir inn í Suður-Ossetíu og Georgíu og svo 2014 Krímska. Þetta ekkit fyrsta innrásin. En af því að þetta búið að vera gríðarlega kostnaðarsamt í Rússa, þó þú takir ekki tillit nema til íhaldssumustu kostnaðarmatana á
efnahag og mannfall hjá Rússum, þá hefur þetta kostað á mikið. Og þá held ég nú að planið sé ekki svo einfalt að það er bara já, við höldum hérna bara áfram í hakkavélinni. Ég var nú að lesa í gær að miða við framgang Rússa núna, þá tæki það 80 ára að klára hernema Úkraínu ef að framgangur stríðsins myndi haldast eins og hann haldi síðasta árið. Meter fyrir meter. Já. Þannig að þetta er svo sannarlega ekki auðvelt stríð fyrir þá. Og ég held bara að það verði alltaf að taka þessa svona heildarmynd og núverandi stöðu inn í þetta. En hins vegar er það ekki spurning að þjóðir eins og Finnland og Pólland, að ef þær telja að það sé, eins og maður segir, credible threat, bara raunhæf líkur á að þeir fá einhvers konar innrás, þá auðvitað huga þau að vörnum sínum og byggja upp og vilja gangi í NATO og efla það samstarf. Við erum núna NATO-ríki þannig að 5. greinin, það væri tiltölulega auðvelt að virkja hana. Já. Árás á eitt ríki er árás á þau öll. Akkurat. Tryggvi, þetta er góð yfirferð og afskaplega gott að fá þessa efnislu umræðu. Ég ítreka það að við erum með allt og mikið af upprópunum og fyrirsögnum sem að hafa lítið innihald. Ég ætla að dæma þetta samtal akkurat á hinn veginn. Takk kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Við erum hins vegar ekki hætt hér eftir skamma stund. Ætlum við að þrengja hringinn aðeins nánar niður í ríkin 27 sem að mynda Evrópusambandið og hvort að Ísland eigi að verða hluti af þeim klúbbi. Ragnar Árnason, gjörðu þessu vel. Þetta eru 2 farsímar, netið, ótrúlega mikið af sjónvarpsþáttum og barnaefni, sko. Þú getur meira með símanum. Risnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt. Cardio, einfaldari útgjöld. Við þökkum Tryggva Hjaltarsyni kærlega fyrir komuna og þessa áhugaverðu yfirferð hernaðarmálefni og varnarmál. En hingað er kominn annar mjög öflugur sérfræðingur, Ragnar Árnason, prófessor emeritus við Háskóla Íslands í hagfræði. Hann hefur blandað sér talsvert í umræðuna að undanförnu stöðu Evrópusambandsins og öllu heldur stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu. Hann hefur lent í, ég leyfi mér að segja, dálitlu hnútukasti við Dag B. Eggertsson fyrir borgarstjóra og núverandi alþingismann. Þeir hafa verið að takast á það hvort að Íslendingar borgi margfalt hærri vexti hér heldur en fólki í nágrannalöndunum þar sem að evra hefur verið tekin upp. Ég bauð þeim báðum að koma hér í þáttinn, bæði í liðinni viku og svo aftur þessari. En því miður átti Ragnar einn heimangengt og hingað er hann kominn. Velkomin Ragnar. Kæra þakkir. Þú hefur lagt orðið í belgu þessi mála undanförnu. Við höfum nú gert þessu dálítið skil í Morgunblaðinu. Þú hefur flutt fyrirlestra um þetta efni og svo drepið niður penna á öðrum stöðum. Það er alveg ljóst að efnahagsástandi hér eins og það blasir við okkur með háum vöxtum og það hefur gefið á bátinn. Þá sjá margir lausn í því að gangast Evrópusambandinu á hönd. Þú segir að myndin sé ekki eins einföld og menn vilja vera að láta. Nei, ef menn vilja gangi Evrópusambandinu að fá lága vexti, að þá er það síndveiðin ekki gefin. Vextir í Evrópusambandinu eru mjög breytilegir. Jafnvel innan hóps Evrulandana sem eru 20 af 27 ríkjum í Evrópusambandinu og til dæmis ef maður lítur bara húsnæðisvexti og þá hlaupa þeir á bili frá 1 upp í 3,5. Það er að segja hæstu vextir inn í hópi Evrulandana eru 350% af lægstu vöxtum. Þannig að það eru bara ekki einir vextir í Evrópusambandinu. Það eru breytilegi vextir eins og reyndar allstaðar í heiminum því að vextir á markaði í einstökum löndum fara eftir svo mörgum þáttum. Þannig að það er alls ekki þannig að ef við göngum í Evrópusambandið, jafnvel þó við tökum evru, að við fáum þá vexti sem eru lægstir í Evrópusambandinu. Svo kemur náttúrulega í ljós líka að vextir í löndum utan Evrópusambandsins, til dæmis í Sviss, eru mun lægri heldur en bara gengur að gerist í Evrópusambandinu sjálfu. Og af því dregum að þá augljósu ályktun að lágir vextir fara ekki eftir myntinni heldur einhverju allt öðru. Hvað er það sem ræður för? Ég býst við því að til þess að fá lága vexti að þá þurfum við að lifa í samfélagi það sem er ekki neitt gríðarlega góð fjárfestingartækifæri vegna þess að ef þau eru fyrir hendi þá leita peningarnir þangað og allir vextir togast upp á við. Og ef maður lifir í samfélagi sem hefur trausta peningastjórn og trausta fjármálastjórn og stöðuleika eins og í Sviss þá hafa vextinni tilhneigingu til að vera niður á við.
Líka held ég að sé þannig að í Svisslandi eru lántakarnir öryggir, það er að segja traustir og stór hluti af vöxtum í mörgum löndum, þar á meðal Íslandi, er álag sem lánveitendur setja á vextina vegna óvissunar það hvort að viðkomandi getur borgað ekki. En þetta eins og þetta blasir við okkur hér á Íslandi, háir vextir, fólk að borga óverðtryggða húsnæðisvextir núna í kringum 9-10% hreinlega. Þetta hefur reynt á þann þol margra, það erfitt fyrir unga fólkið að komast inn á fasteignamarkaðinn. Ef við myndum taka upp evru á morgun, myndu ekki sjá vextina lækkað einhverju leyti, eða þetta einfaldlega bundið einhverjum allt öðrum þáttum eins og annarkot hagvexti, áhættu og svo eins og þú segir fjárfestingartækifærum í hagkerfinu öðru leyti? Já, fyrsta leið skulum hafa því í huga að það er ekki hægt að taka upp evru á morgun. Jafnvel að við gengjum í Evrópusambandið og stendum að því að taka upp evru, þá mun það taka mjög langan tíma og til þess að fá að taka upp evruna, það er að segja að gerast aðilað evru samstarfinu, þá þarf maður að fullnægja skilyrðum sem eru eiginlega þannig að ef maður fullnægir þeim, þá hefur maður ekkert við evru að gera. Það er að segja vextir á Íslandi megi ekki vera umtalsvert umfram það sem gerist lægst í Evrópusambandinu. En segjum við tækjum bara upp evru á morgun og gerðum ekkert annað, þá held ég að húsnæðisvextur í Íslandi myndi eiginlega bara ekkert breytast. Og ástæðin er svo að það er sama eftirspurn eftir húsnæði, það er þess vegna sama eftirspurn til lánunum, það eru sömu bankarnir, það eru sömu lánastofnanir sem þurfa að veita sér lán og svo framvegis. Þannig að ég ímynda mér að vexti munu ekki lækka umtalsvert, kannski ekki neitt. Það má ekki gleyma því þessu sambandi að fólk á Íslandi, vegna þess að það eru frjálsir fjármagnsflutningar innan Evrópusambandsins, innan EES, ætla ég nú að segja, getur tekið lán í evrum eða kæris sko. Þú þarf bara að fara til bankans þíns og spyrja, get ég ekki bara tekið lán í evrum í staðinn, eitthvað slíkt sko. En nú er fólk með tekjurnar í krónum? Já, þannig að það er viðbótar áhætta og þá kemur gengisáta og náttúrulega ef við erum að nota evru þá er ekki gengisáta gagnvart evrunni. En það væri gengisáhætta gagnvart öðrum myndum. Það má ekki gleyma því að evran undanfarin 15 ár hefur ekki reynst neitt sérstaklega sterk mynd. Íslenska krónan alveg frá allar götur frá 2010 hefur verið sterkari mynd heldur en evran. Það er að segja íslenska krónan hefur hækkað í verði miðað við evruna. Evran hefur lækkað í verði á meðan dollarinn og ég ætla ekki að tala myndir eins og svisneska frankan hafa hækkað. Þannig að þeir sem við tala að taka upp evru vegna að það sé svo sterk og góð mynd sko, eru eiginlega algjörlega villugötum því að íslenska krónan hefur reynst sterkari mynd undanfarin 15 ár í það minnsta. Nú hafa stjórnmálaöfl eins og Viðreisn unnið stórtæka útreikninga sem að þeir segja síni fram á að herrkostnaður Íslands samfélags af krónunni sé 350 miljardar eða meira á ári hverju. Hefur farið yfir þessu útreikninga? Ég hef nú ekki gert það sko og ég hef nú heyrt svona fullyrðingar sko og ég held að það sé nú verulega rangar. Í fyrsta lagi sko að þá er afskala margt sem hangir á spýtunni. Við höfum haft okkar eigin mynd eins og reyndar Svíar og Danir hafa kosið að gera þó að þeir séu Evrópusambandinu og hefðu getað tekið upp evru, hversu frekar halda við sig við sína mynd og vegna þess að við höfum haft okkar eigin mynd þá höfum við getað haft peningastjórn á Íslandi sem hefur lagað sig að aðstæðum á Íslandi, hagsveiflum á Íslandi, áföllum og góðu gengið og í því felst gríðarlega mikill ávinningur. Með evru hefðu við ekki getað haft þessa aðlögun og því hefði þess vegna fyllt verulegu kostnaður, mjög verulegu kostnaður. Í hverju felst hann? Já, hann felst í því að við skulum segja þegar illa gengur þá getur gengi krónuna lækkað og haldið þess vegna grunnatvinnuvegunum, þar á meðal útflutningsatvinnuvegunum, ferðamennsku og sjávarútvegi og slíkum greinum gangandi án þess að atvinna dragi saman. En ef við hefðum ef við værum með evru við þær aðstæður og evra myndi ekki falla, sem er náttúrulega ólíklegt vegna þess að þeirra hagsveifla er allt önnur heldur en okkar, þá er ekki hægt að mæta þessum áföllum nema uppsögnum á fólki og þar með minni framleiðslu í landinu, þannig að þjóðarframleiðsla yrði minni. Og ef þjóðarframleiðsla minni þá er það ekki bara þau ár sko, heldur dregur þá fjárfestingum og framhaldið í hagkerfinu verður lakara. Og sömu má segja það þegar gengur betur hér á landi heldur en í evrulöndunum að þá er eðlilegt að íslenska krónan hækki í sambandi við þetta. Við þetta get ég bætt því sko að eina af ástæðunum fyrir því hvað gengur illa í efnahagslífi
Evrópusambandsins og Evrulandana að þér menn telja, hagfræðingar, svo að þeir hafa ekki þennan sveigjanleika á milli landana. Það er að segja að lönd eins og Ítalía og Spánn hefðu kannski þurft á lægra gengi myntar að halda sko og meðan gengi hefðu miðast meira við það sem til dæmis efnahagskerfið og efnahagslega framleiðslu í Þýskalandi. Þannig að þau hafa mist þennan sveigjanleika sem dregur úr hagvexti af ástæðum sér rakti. Það er að segja að ef maður hefur ekki sveigjanleika í mynt þá verður maður að aðlagast í magnstærðum, atvinnu og framleiðslu og öðru slíku. Niðurstaðan sem þú dregur að því að því að nú er sagt að íslenska krónan sé minnsta mynt í heimið og algjör örmynt sem eigi sér ekki viðreisna von í heimið þar sem að stórveldin takast á miklar hagsmunir þar sem við erum algjör peð. Geta menn til framtíðar byggt sína reist umgjörð það sem að svona lítil mynt við lýði, jafnvel þó að það hafi þennan sveigjanleika í för með sér? Já sko, það í fyrsta lagi rátt að íslenska krónan sé minnsta mynt í heimi. Það fjölmörg lönd með mun minni þjóðarframleiðslu og færra fólk sem hafa sín eigin myntir, til dæmis í Kyrrahafi og víðar. Í öðru lagi að þá hefur það sýnt sig að við höfum geta haldið upp í okkar eigin mynd með sæmilega góðum árangri hvað snertir þjóðarframleiðslu, hagvöxt og þjóðarframleiðslu á mann og lífskjör. Við höfum vísu haft heldur meiri verðbólgu, heldur en gengur og gerist í svona Evrópulöndum og segja, í Ameríku og slíkum löndum en ekki lengst af ekki umtalsvert meiri. Og síðastliðin 15 ára eða svo hefur verið sæmilegu stöðuleiki í verðlagi á Íslandi. Það eru mörg önnur lönd sem fóru mun hærra sko í verðbólgunni í kringum COVID heldur en við, til dæmis Bretland, fóru mun hærra heldur en við. Ástæðan fyrir því að verðbólgu í Íslandi ekki íslenska myntin, heldur kannski miklu frekar aðstæður á vinnumarkaði og agaleysi í stjórn ríkisfjármála, ekki krónan sem slík. Það má ekki gleyma því sko að einhver sterkasta mynt í heimi svissneski frankinn og Sviss smáríki sko og miðað við stórríki í heiminum og þess að ekki sem minnsta Evrópusambandið eða Bandaríkin. Þeir hafa með þessa tiltölulega litlu mynt þá hafa þeir mjög lága verðbólgu og mikinn stöðuleika. Þannig að spurningin ekki þessi sko einhverja svona kraftverkalækningu eins og það þessi eða hinn myntleysi vandan eða það að leggja niður krónuleysi vandan heldur það að sína bara aga í hagstjórn og efnahagslífi og ákvörðunum. Eitt af því sem að menn hafa notað sem gagnrýnipunkt á krónuna þetta gjaldeyrishöftin sem að við höfum þurft að setja á hér við erfiðar aðstæður. Það dregur þetta bæði úr verðmætasköpun og frelsi fólks til þess að ráðst á sinni verðmætum eins og því sýnist? Já, við höfum ekki gjaldeyrishöft í dag. Við höfðum gjaldeyrishöft í fjármála kreppunu miklu, 2008 til 2009. Sko, þú orðar þetta þannig að við hefum þurft að setja þessi gjaldeyrishöft á. Ég held að það var nú ekki margir hagfræðingar sem féllust á það að við höfum neyðst þess að gera það. Við kusum að gera það. Og þegar við gerðum það þá töluðum að hafa þessi höft bara nokkra mánuði. Síðan reyndist þetta bara svona þægilegt fyrir stjórnmálamenn og Seðlabankann og slíka aðeins, þannig að þessi höft verður miklu langvinnari heldur en þau þurft að vera. Ég sjálfur þeirra skoðunar að það ólíklegt að við höfum þurft að taka höftinu upp yfirleitt. En kannski réttlætanlegt að taka þau upp á þeim tíma í 1 eða 2 mánuði. Annaðins hefur nú gerst hjá mörgum öðru löndum, stórum löndum, ég nefnir nú bara Bretland til dæmis, tímabundið vegna óvæntra áfalla, en við höfum aldrei átt að hafa þessi höft árið saman eins og við gerðum. Nei, 7 ár eða 7-8 ár eða hvað það var? Já, sko, þau voru afnumin í skrefum. Eitt af því sem svona var notað til þess að viðhalda þeim var þarna þessi snjóhengja og uppgjörð þrotabúa og það var bara önnur blekking, sko. Ég held að þetta hafi bara verið leið til þess að svona auðvelda hagstjórnina fyrir þá sem áttu að vinna þeim málum, sko. Já. Réttari vinna fyrir þá. Annað sem að mér langar til að nefna í þessu sambandi þó
fjármögnun bankana og við erum hér með örlítið bankakerfi sem að keyrir á íslensku krónunni. Eigin fjárkröfur hér eru gríðarlega háar sem að hluta til, myndi ég leyfa mér að segja, afleiðing af þeirri mynt sem að við erum með. Erum við ekki þar til dæmis með dulinn kostnað og í raun óþarflega þunglamalegt kerfi? Já, ég verð aftur að vera þér ósammála, Stefán. Það er ekki vegna smárra myntar sem við höfum þessa miklu eiginfjárkröfu og mörg önnur hliðarskilyrði á rekstur banka á Íslandi. Heldur er að vegna þess að þegar við lentum í þessum fjárhagslegu erfiðleikum í fjármálakreppinu miklu, að þá ákváðu menn í framhaldinu að nú skildi allt gert til þess að þetta gerist ekki aftur. Það er að segja, eftir að barnið hefði dottið í brunninn, þá var hann byrður vandlega. Og við tókum þess að háa eiginfjárkröfu til þess að minnka líkurnar á því að einhver annar en bankarnir sjálfir yrðu að fjármagna það ef þeir yrðu gjaldþrota á nýja leik. Það má deilum það hvort að þetta skapi nokkuð stöðuleika í rekstri bankana. En það er alveg víst að þessar kröfur sem eru ekki bara eiginfjárkröfur, heldur margar aðra kröfur sem eru umfram það sem bankar í öðru löndum þurfa að búa við, þýðir það að íslensku bankarnir eru ekki samkeppnishæfir við erlendu bankana. Þetta er bara svona eins og íslenska landliðið í fótboltafærin og völlin og hver maður þyrfti að bera 10 kíló auka sko. Og þetta er sem sagt var réttlætt og útskýrt með því að til þess að koma í veg fyrir það að minnka líkurnar á því að bankarnir eru gjaldþrota og einhver annar þá en bankarnir með sín eigin fyrir þá að bera kostnaðinn. Aðrar þjóðir sko er ekki með þessar kröfur. Það eru vísu flestar með stærri myntir en ekki allar. En það er ekki myntin sem er hérna ástæðan, heldur svo að bankarnir eru tiltölulega smáir. Og þeir bankar sem fóru yfirum í fjármálakreppunum miklu á Íslandi fóru yfirum ekki vegna þess að þeir væru verið reknir eða smærri heldur en bankar erlendis, heldur vegna þess að sá alþjóðlegu stuðningur sem Bandaríkin veittu fyrst og fremst bankakerfum allan heim var ekki veittur Íslandi. Og ástæðan virðist það verið svo að menn sögðum, já það þarf eitthvað land að fara illa út úr þessu sko til þess að önnur lönd sko læri leksjuna og við fengum ekki þess aðstóð. Ég fullyrði það að nánast allir bankar í Evrópu og mjög margir bankar í Bandaríkjunum, kannski þóriðara, hefðu farið á hausinn, líkt á íslensku bankarnir með svipuðum afleiðingum, ef þessi stuðningur bandaríska seðlabankans hefði ekki komið til. En hann var ekki veittur Íslandi, já, sennilega þessum ástæðum að það var bara ákveðið að eitt land ætti að fara höfuðið. Og hvers vegna ekki taka þetta land sem hafði verið að reyða sér til rúms með miklum gassagangi sko, alþjóðlegum fjármálamörkuðum og kaupa Parken og Magasin du Nord og hvað þetta heitir allt. Einmitt, fótboltaliðin í Englandi. Maður veit ekki nákvæmlega hvað veldur þessu en ég held að þau gögn sem hafa komið fram síðar hafi sín í svona vaxandi mæli að þetta hafi bara verið ákveðið og það var eins í Bandaríkjunum, það var einn fjárfestingabanki sem var látið fara á hausinn sko. Líman, hinn voru allir bjargað sko. En aftur, við tölum litla bankakerfið okkar. Myndi það ekki gera sjálfkrafa ef að við myndum gangi í Evrópusambandið og eftir atvikum allavega lýsa því yfir að við myndum taka upp evru og annað? Myndum við þá ekki fá aukna samkeppni hér? Myndi ekki þessir erlendu bankar sem eru með sína starfsemi í evrum eða öðrum myntum, myndu þeir ekki telja ákjósanlegra að koma hingað heldur en í kerfi þar sem þeir sitja uppi með gengisáhættuna af örmyntinni góðu? Já, ég held raunar ekki sko. Fyrsta lagi sko, geta þeir stofna útibú í Íslandi eða vilja og þeir gætu lánað í evrum hvort sem sko. Og jafnvel til lánið í íslensku krónum og þess vegna fyrir þessari gengisáttu sem talar þá er það algjörir smámunir fyrir slíka banka. Svona bankar eru að starfandi í mörgum myntum, fjölmörgum myntum og þær sveiflast upp og niður og íslenska krónan allavega undanfæri 15 ára svo hefur ekki sveiflast meira heldur en aðra myntir. Og þegar þú ert að starfa í svona mörgum myndum að þá hefur það sem kallað svona portfóljó stýringu, þannig að þú lágmarkar heildar áhættuna af öllu portfóljónum. Þannig að þeirra gjaldmiðils áhætta því að vera með starf á Íslandi og lána í íslensku krónum væri algjörlega hverfandi. Ástæðan fyrir þeir kom ekki hingað það var svo lítill markaður og það eru nú þegar bankar sem svona
að nýta bestu bitana því sem hægt er að fá í íslensku hagkerfi. Ekki eftir mikla slægjast meðal 400.000 manna? Nákvæmlega, sko, þetta bara eitt lítið hverfi, sko, í stórborg. Víkjum aftur talinu að málflutningi Dags B. Eggertssonar, hann segir að við séum að búa börnunum okkar óbærilega stöðu í evrulandi eða Evrópu, þá borgi fólki íbúðir sínar aðeins einu sinni á miklu lægri vöxtum, en að hér séum við að borga íbúðirnar okkar þrisvar út af íslenskum vöxtum. Hvernig koma þessir útreikningar út í þínum huga? Já, ég nú farið lauslega yfir þessar fullyrðingar og þetta stenst nú ekki samkvæmt mínum reikningum. Jafnvel þó við miðum við meðal nafnvexti á Íslandi, við skulum segja að jafnaði, það má ekki gleyma því að vextitinu þessa mundir alveg sérstaklega háir eins og þeir eru reyndar í nágrannalöndunum. Að jafnlótu, ef við miðum við vexti, sko, eins og þeir hafa verið jafnað undanfarið 25 árið og svo, sko, nafnvexti, að þá eru þeir sem eru að kaupa íbúð á Íslandi og taka 30 ára lán fyrir nánast allir uppæðinni, þá eru þeir að borga kannski 80% ofan á kaupverði í vöxtum. Á móti kemur hér á landi að raunhækkun húsnæðisverðs bara undanfæri 50 árið og svo, sko, hefur verið kringum 5% hverju einasta ári. Þannig að ef menn komast í gegnum útborgununa, réttar að sagt eða geta fjármagnað kaupin í upphafi, þá munið hagnast á kaupunum þrátt fyrir hærri vext á Íslandi, hærri nafnvexti heldur en gengur og gerist erlendis. Nú munur á nafnvöxtum á Íslandi og í Evrulandi yfir undanfarið 25 ári ekki neitt rosalega mikill, sko, hann svona 2-3%. Hann dálítið hærri núna og hefur verið hærri, sko, svona hérna á tímabilinu áður, eiginlega vegna þess að vextir í Evrópu fóru bara niður fyrir 0, sko, í raun og vera meðan við heldum upp í tiltölulega háu vöxtum hérna. Ástæðan fyrir því, sko, ég ætla ekki að gera lítið úr því, það erfitt fyrir ungt fólk að kaupa fyrstu íbúð. Fyrir því eru margar ástæður. Fyrsta lagi íbúðaverðið mjög hátt vegna þess að það er bara skortur á framboði. Á hverju skortur á framboði? Já, meðal annars vegna þess að skortur á lóðum. Á hverju skortur á lóðum? Við getum farið í gegnum það og það hefði verið gott að hafa dag hérna til þess að útskýra á hverju skortur á lóðum. Það er ein ástæðan vegna það þýðir það upp en þarf að vera hærri. Öðru lagi að þá eru sko hlíðaskilyrði sem eru sett af Seðlabanka Íslands. Hluti af þessum þjóðhagsvarúðartækjum sem Seðlabanki beitir í ríku mæli. Íslenski Seðlabankin er öðruvísi heldur en Seðlabankar annarra landa í því að hann er með stöðu hlíðaskilyrði og magntakmarkan. Í stæðan verið stýra bara peningamagninu, þá er hann með alls ekki svona tæki og hann setur bönkum og lánastofnunum reglur það hverju þeir mega lána. Þannig að til þess að geta fengið lán þá þarf viðkomandi hér á landi hafa talsett háa upphæð til að byrja með. Nú og síðan, sko, er það spurningin, á hverju eru húsnæðisvextir erlendis lægri en á Íslandi? Ástæðan er ekki evran. Við sjáum það á því að húsnæðisvextir í Sviss eru miklu lægri eða með því lægsta sem gerist bara í heiminum, sko, og ekki hafa þeir evru og þeir eru ekki einu sinni EES. Ástæðan fyrir því að í mörgum löndum Evrópusambandsins eru húsnæðisvextir lágir og tiltölu auðvelt að eignast húsnæði svo að þessi lönd hafa byggt upp gott húsnæðisstuðningskerfi sem okkur hefur ekki lánast að gera á Íslandi. Þannig að auðveldasta leiðin til þess að lækka vexti til húsnæðiskaupa og gera ungu fólki kleift að eigna sitt eigið húsnæði sem er mjög verður þjóðslegt markmið og bara sjálfsagt. Mér líka við að segja mannréttindi, allavega meiri mannréttindi heldur en margt annað sem er talið mannréttindi, er svo að við byggjum upp öflugt húsnæðisstuðningskerfi. Þannig að ungu fólki sem er vinnandi og vill efla sinn hag, að því gefist kostur á eignast húsnæði með svona sæmilega aðgengilegum og auðveldum kjörum. Nú eru veitt hér hlutdeildarlán svo kölluð, menn að munstrast við þetta. Í hverju fælist öflugt húsnæðisstuðningskerfi eins og þú nefnir? Ég held að hlutdeildarlán væri góður partur af þessu. Hlutdeildarlán er raunverulega þannig að einhver aðili, opinbera, væntanlega eða stofnun á vegum hins opinbera, á í raun og hluta húsnæðinu þínu og fjármagna þann hluta sjálft en þú býrð í öllu húsnæðinu og nýtir það og svo þegar þú losar þig húsnæði þá fær þessi hlutdeildarhafi
sinn skert tilbaka og hann fær af því góða ávistun ef húsnæðisverð heldur áfram að hækka í raunvirði á Íslandi eins og við gert undanfæri 50 árið og svo. Og það mun það gera eða heldur áfram að vera hagvöxtur í Íslandi og gott efnahagsgengi. Ég segi sko hlutdeilda þá að auka hlutdeildalánana, þau verða stærri hluti og þau eiga gilda bara fyrir allt húsnæði upp að ákveðnu marki. Síðan á að niðurgreiða beint vexti til kaupenda upp að mjög umtalsverðum hluta af húsnæðisverðinu af þeirri fjármagnun sem viðkomandi þarf að fjármagna og tryggja að nafnvextirnir, skilir verið það, nafnvextirnir verða bara fastir. Allan að geta ekki breyst mikið og séu sæmilega lágir, við skulum segja bara jafn lágir og meðaltalið í Evrulöndum, hví ekki. Þetta er að gera ekki vegna þess að við viljum endilega vera eins og Evrulöndin, heldur bara vegna þess að það er þjóðhagslega mjög mikilvægt að sem flestir sem hafa til þess vilja og dug eignir sitt eigið húsnæði. En þróun hefur verið stór hluti í aðra átt, stór hluti í húsnæði sem að þó hefur orðið til á höfuðborgarsvæðinu inn í einhvers konar leigufélögum þar sem verið að gera fólk að leiguliðum stéttarfélaga eða annara. Já, það er alveg rétt hjá þér og ég held að þetta sé þróun í ranga átt. Ástæðan fyrir því að það er svo mikilvægt að fólk eignist eigið húsnæði er fyrsta lagi svo að það sem þú átt sjálfur ferði bara miklu betur með og endurbætir. Ef þú ert leigjandi þá genguru ver húsnæði, kannski ekki verulega mikið ver en eitthvað ver og þar við bætist að leigusalinn, hann þarf að eyða peningum í það að líta eftir því og þú farir ekki illa með húsnæðið. Þetta er eitt atriði. Annað atriði er það að ef þú ert orðinn eignamaður átt húsnæði þá áttu miklu meira undir því að hagkerfinu og þjóðfélaginu gangi vel. Vegna þess að virðið á þinni eign fer eftir í hvernig gengur í samfélaginu. Þú verður ábyrgari þjóðfélagsþegn. Þú nefnir húsnæðisstuðningin, það er það bara vaxtabótakerfi í sinni tærustu mynd? Já, sko það er hægt að hafa þennan húsnæðisstuðning með í mörgu formi. Ég kann miklu betur við kerfið þar sem vextirnir eru beinlinnis greiddir niður, þeir eru lægri og þeir verða fastir. Frekar en það að hverju ári fór fólk einhverja vaxtabætur fyrir vextina sem það borgar. Slíkt er ótryggt eða erfiðleikar í rekstri ríkissjóðs, þá er eins líklegt að þessar vaxtabætur verði bara lækkaðar í fyrsta lagi og öðru lagi sko þá hefur kannski minni áhyggjur af þeim vextum sem þarf að borga ef þú færð vaxtabætur á móti. Svo það miklu betra að menn ganga bara sömu vöxtum á markaði til þess að kaupa sitt húsnæði, sitt fyrsta húsnæði fyrst og fremst. Vegna þess að eftir það getur auðveldlega fjármagna sko stækkanir á föstum og öruggum vöxtum og þurfa ekki að búa mikla áhættu. Áhættan er tekin af samfélaginu sem héldi upp í þessi kerfi. Og hefur hagað því að einstaklingunum vegni vel? Já, og samfélagi hefur hagað því að draga úr áhættu hjá ungu fólki sem er einmitt að stíga fyrstu skref í fjárfestingum. Eignast börnin og búa til skattgreiðendur framtíðarinnar. Já. Kannski rétt í lokin út af því að maður sér í umræðunni bara alþjóðamálin, átök Evrópu og Bandaríkjanna að þeir sem að fara með völdin í landinu í dag vilja halla sér í auknum mæli að Evrópu og Evrópusambandinu, tala jafnvel eins og að við eigum að gera minna með samskiptum við Bandaríkin. Hvernig horfir staðan í Evrópu heilt yfir í þínum huga? Þetta veit ég að þetta eru mörg ólík lönd og staðan er mismunandi í austri og vestri út frá öryggisþáttum öðru. Eru líkur á að álfan geti fundið sig að nýju og spynt við fótum? Þetta virkar allt eins og að þetta sé að molna niður. Já, sko maður veit náttúrulega ekki hvað framtíðin ber í skauti sér. En það sem maður veit er það að Evrópa hefur verið að dragast efnahagslega og jafnvel félagslega aftur úr öðrum þjóðum heims. Það er miklu minni hagvöxtur í Evrópu hjá ESB, skulum við segja, og Evrulöndum heldur en til þess í Bandaríkjunum. Svo ekki svona minnst á Kína, jafnvel Rússland, Brasilíu, BRIC-löndin. Þjóðarframleiðsla á mann mæld á eins nákvæman hátt og hægt að gera af alþjóðabankanum, svokallum kaupvirðis, jafngildis mælikvarða. Já, spennandi. Mjög spennandi en
eina sem þeir sem horfa á þetta þurfa að skilja er það að þetta eins nákvæm mæling á raunverulegum kaupmætti eins og hægt sem sagt þjóðarframleiðsla á mann í efri löndum miklu minni heldur en í Bandaríkjunum og á Íslandi. Munurinn 20%. Við erum með 1/5 meiri þjóðarframleiðsla á mann á Íslandi heldur en í efri landi. Og Sviss þarna langt fyrir framan, Noreg þarna langt fyrir framan, Kína sækir á fast og mörg önnur lönd. Þannig að Evrópa ekki að standa sig vel efnahagslega og hún að dragast meira og meira aftur úr vegna þess að hagvöxtur þar lítill. Við þessar aðstæður sennilega skynsamlegara að binda trúss sitt við einhverja aðra heldur en Evrópu. Vegna þess að ef maður gengur þarna inn með einhverjum hætti eða tengist einn fastari böndum heldur við höfum nú þegar, þá verðum við óhjákvæmilega að taka eiginlega þeirra umhverfi sem okkar umhverfi. Við verðum eins og þeir. En eitthvað sem að þeir sýnist benda til þess að þeir séu að snúa lukkuhjólinu sér í hag? Nei, það ekkert sem bendir þess. Þeir hafa neyðst til þess núna á síðustu árum að fara að reyna að taka á þessum málum. Þetta við blansað við öllum hagfræðingum að Evrópa sé að dragast aftur úr og hlutinni sé að versna þar og það var gerð skýrsla, það var ákveðið að gera skýrslu 2023 í september. Mario Draghi, mikill Evrópumaður, var lengi seðlabankastjóri Evrópu og forsætisráðherra í Ítalíu og seðlabankastjóri í Ítalíu og mikill framámaður þar, fengið til að gera sér skýrslu. Það komst að þeirri niðurstöðu að framtíð Evrópu, ef ekki það gert, væri ekki mjög góð. Það að segja hans niðurstöða. Og Evrópa myndi dragast aftur úr Kína og Bandaríkjunum og fleiri löndum. Hann talaði aðallega Kína og Bandaríkin og það helgast að því að Evrópa reyna að vera stórveldi. Og það að gera eitthvað og í stað þess að grípa á einu raunverulega vanda sem eru háir skattar, reglugerðafargan, víða mikið velferðarkerfi sem dregur hvata manna til að vinna. Þá sagði hann, heyrðu, við viljum að brjóta niður það sem eftir á múrum, markaðsmúrum á milli landa, sérstaklega upplýsingatæknisviði og svo þurfum við að setja 5% af landsframleiðslu Evrópu í sérstaka fjárfestingu upplýsingatækni svo við draugust ekki lengra aftur úr. 5% á íslenska mælikvarða af okkar þjóðarframleiðslu eru 200 milljarðar ári. Bara taka það frá neyslunni og öðrum fjárfestingum og fjárfesti í þessu. Og ég alveg samfærður það og margir aðrir hagfræðingar sem skoða samfærður það að þetta mun ekki leysa neitt vanda jafnlótt í þeir gera þetta Þeir hafa náttúrulega gefna að gera þetta núna því þeir alltaf fara að fjármagna stríð í Úkraínu í ríkari mæli. Þannig að hans mat það að ef þetta verði ekki gert sem ég var að nefna rétt áðan að þá muni Evrópa halda áfram að dragast aftur úr og ég ekkit ósammála þeirri spá. Ekki það björgulegt? Nei, og viljum við vera á þessu skipi? Helst ekki. Okkar eigin flegi helst. Nei. Ragnar Árnason, þakkaði kærlega fyrir. Hver veit nema ég ná að draga dag hér til mín í næstu viku til þess að snúa þessu öllu við. En þá ekki meira á vettvangi spursmála þennan föstudaginn. Við þökkum ykkur fyrir samfylgdina og hlökkum til að sjá okkur hér að viku liðin. Verið sæl.